Ásta, hún ætlar nú að byrja þennan fyrirlestur úr Skagafirðinum, þannig að ég ætla nú bara að byrja að gefa henni orðið. Já, þetta verður svolítið sérstakt af því þið sjáið mig ekki nema þau sem eru á Zoom, en það er nú allt í lagi, einhverju vita allavega hvernig ég lít út, þannig að það skiptir engu máli. Já, ætlum ekki bara að fara yfir á næst. Já, sko, það er kannski best að vita bara fyrst hvar við erum stödd. Hafnabúðir eru sem sagt svæði í landi Hafna á Skaga, nyrst á Skaga í Skagabyggð í Austur-Húnavatnssýslu og þið sjáu þarna rauðu stjörnuna sem að sýnir staðsetninguna. Og Hjallanes, að þetta eru örnefni sem þið munið heyra svona á meðan á þessu stendur, er eitt nesan á svæðinu sem að Hafnarbúðir sérst ná yfir. Og þú mátt skipta eftir. En hver er þá saga Hafna? Hvað er svona sögulega samhengið þarna? Þetta eru 4 jarðir sem að svona þessi umfjöllun nær yfir. Það er að segja Rif sem er vestast, þið sjáu þarna Rifsbúðir, svo er það Hafnir og svo eru austast Kaldrani og Hvalgarður. Og Rifs Hafna eða Hafnarlanda, Kaldrana og Hvalgarðs er getið í íslensku fornleifabréfasafni í reka- og landamerkiskrá Þingaruklausturs 1285 og það er verið að segja frá skiptum á hvalreka. Bænhús var á höfnum í það minnsta í heimildum 1363 til 1845. Hafnir og helmingur á Kaldrana voru þarna eign klaustursins og konungs eftir siðaskiptin, en lögmaðurinn Lorentz Gottrúb átti hinn helminginn. Rif var fyrst sjálfstætt býli en svo verður það hluti af Hafnalöndum og svona allavega þegar það er ferð í eyði sem slíkt og svo svona er einhver búseta þar svona með hlýjum. Eftir það virðist vera smávegis. En það er óvíst hvenær Hvalgarður fer í eyðin, hann er í það minnsta farin í eyði fyrir 1525. Þannig að við erum með svona, já, þetta er mjög gamalt og þú mátt bara fara yfir á næsta. Því að það eru þessar þjóðsögur sem tengjast svæðinu. Við erum með landnámsmanninn Þorbjörn Kólku sem samkvæmt Landnámabók nemur land á Kólkumýrum. Það örnefni verðist nú svona vera eitthvað á flækingi en í dag eru allavega Kólkuhóll og Kólkukvísl þarna uppi Blöndulón þar sem guli hringurinn er og einhverju vilja segja að landnámsbærinn hans hafi verið þar sem græni hringurinn er í Ásum við Laxárvatn rétt sunnan við Blönduós. Þannig að það er ekki vita hvort að Kólkumýrar voru uppi Blöndulóni eða þarna niður frá. Hann er allavega á þessu svæði og hann er sagt að hann hafi stundað sjósókn vor og haust frá Hafnabúðum og hann hafi verið mikill sjókappi og á að hafa róið 8-áringi sínum einsamall lengra en nokkur annar maður. Þannig að við höfum þarna strax tengingu landnámsmanns við Hafnabúðir. Það er líka önnur þjóðsaga sem er tröllkonuna Kólku. Hún bjó í helli suður undir Skjaldbreið og hún á að hafa farið í ver á Hafnabúðum og þar meðal annars bjargað hafnabónda frá ofsaveðri í einni ferð með því að binda bát hans við steinnökkva sinn. En hvað svo sem er nú satt í þessum þjóðsögum, þá lifir þetta minni Hafnabúðir sem verstöð og mikilvægan stað í sjósókn á öldum áður. Og þessi tengsl við landnámsmann gefa þetta tilefni til að ætla að það sé þetta minni sjósókn allt frá landnámi á Hafnabúðum. Á þessu svæði eru 3 ver. Vestast eru Rifsbúðir sem eru Rifsnes og innri Þrándarvík. Piltabúðir eru þarna á milli. Þær eru ekki reyndar mestar inn á þetta kort og svo eru Hafnabúðir sem eru þar sem er þarna Hjallanes og Rekavatnsós.
það fellur undir hafnarbúðir. En svo við byrjum kannski að setja minjarnar á hafnarbúðum í aðeins stærra samhengi, þá svolítið mikilvægt að minnast fyrst á rannsóknir sem að John Steinberg og Guðný Soga, sem er hjá UMass Boston háskóla og háskólanum á Hólum, hafa unnið á svæðinu, og það er búið að kanna svæði gríðarlega vel með borkjarnarannsóknum allt frá árinu 2022 og litlum könnunarskurðum. Og tilgangurinn með þeim rannsóknum var sem sagt að skoða umfang og aldur mannvistar á bæjarstæðum nærri hafnarbúðum og fá þannig mynd á þróun byggðar og nýtingar á svæðinu. Þannig að reyna að fá svona svolítið breiðari sýn á þróun svæðisins. Og þetta byrjaði með því að 2022 voru gerðar og 3 voru gerðar þessar kjarnaboranir. Svo fékkst stór NSF styrkur og þá var þessu haldið áfram, og þá voru sem sagt gerðir könnunarskurðir í Öskuhauga við þessi eyðibýli sem að við sjáum þarna á kortinu aldursgreiningar frá, og 2025 voru sem sagt gerðar þessar könnunarrannsóknir á höfnum sjálfum í Öskuhauga bæjarhólum. Og þessar niðurstöður eru þetta gríðarlega mikilvægar sem púsl inn í þessa mynd sem við erum að reyna að fá sögu svæðisins. Þannig á rituðu heimildunum, eins og við fórum yfir áðan, vitum við þá að allavega Hafnir, Kaldrani, Rif og Hvalgarður eru allt jarðir að því virðist í byggð 1285, en þarna fáum við ennþá eldri aldursgreiningar og þarna kemur inn Rekavatnsós sem er alveg frá 10. öld. Hafnir eru ekki nema frá upphafi 12. aldar með þessar aldursgreiningar, en hvort að eldra bæjarstæði leynist einhvers staðar, það svo ennþá eitthvað sem við getum eftir að komast að, kannski var hreinlega Rekavatnsós það. Hvalgarður eru frá 10. öld, Kaldrani frá upphafi 11. aldar og Rif og Rifsbúðir sömuleiðis. En verstöðin á Hjallanesi er frá það bil 1104. Já. Hér má sjá teikningar frá 2008 þegar Byggðasafn Skagfirðinga skráði svæðið, og eins og við sjáum það er ofboðslega mikið magn minja á ekki stærri svæðum. Þannig að það er mikill þéttleiki í Hjallanes þarna uppi í hægra horninu er sem sagt þetta svæði sem við höfum verið að vinna á. Og já, þar er einna mesti þéttleikinn kannski fyrir utan Rifsbúðir, þar sem er alveg ofboðslega mikið magn minja líka. Og þú mátt líka. Já, þetta er alltaf bara þessi sest á yfirborði. Já, fyrir utan það. Af því þetta er skráningar, teikningar. Já. En staðan er náttúrulega svo að mikill hluti þessara minja er við ströndina og er bara hreinlega að færa sjóinn. Og það brýtur bara enn af og hefur gert það mjög lengi. Þetta er, í landi Hafna, Kaldrana og Rifs eru samanlagt 11 kílómetrar af strandlengju sem er á mót norðvestri, norðri og norðaustri og er bara, bara ekkert nema haf. Þannig að þegar kemur norðanátt þá náttúrulega bara lemur hún alveg svakalega á þarna og við getum alveg gert okkur í hugulegt að þetta er náttúrulega búið að vera í gangi aldir. Þannig að mjög stór hluti minja á þessu svæði sem voru skráð þarna eins og 2008 eru bara í mjög mikilli hættu. Og þarna eru bara nokkra myndir sem sýna hvað þetta eru ótrúlega magnaðar aðstæður sem eru þarna. Og þú mátt skipta. Og rannsóknarsaga, sem sagt, landbrot eru í raun það sem ýtir undir þessar rannsóknir á svæðinu. Sumarsins 2008, þegar þessar skráningarteknikar voru gerðar sem við sáum hérna áðan, þá var Byggðasafn Skagfirðinga að gera þarna aðalskráningu í Skagafirði og skráir þá jarðir Hafna og Kaldrana sem innihalda þá Rif og Hvalgarð líka. Það eru skráðar 120 minjar í landi Hafna en 60 minjar í landi Kaldrana og meiri hlutinn í landi Hafna er við ströndina og sá stærstur hluti þeirra er tengdur sjósókn, þannig og er þá í hættu. Svo árið 2021 þá fór fram lítið rannsókn á vegum Minjastofnunar þar sem að snið
í hól við Rekavatnsós var hreinsað og sigtað og það var gert í kjölfar ábendinga landeigenda að þarna væri allt að fara til anskotans. Og 2022 var farið af stað með samstarfsverkefni Byggðasafnsins og Fornleifastofnunar Íslands þar sem var farið á staðinn og rofasvæði voru könnuð, skráð og flokkuð. Og það var flokkað í sem sagt rof, lítið rof, ekkert rof og svo malur eða malarkamba og þarna var líka verið að svona endurmet að skoða breytingar sem höfðu orðið frá skráningunni 2008. Og í þessari ferð sem ég var ekki, skilst mér að þær hafi orðið vitni af bara náttúruöflunum í beinni þarna einhver stórviðri og skiljið þá hvernig þetta getur gerst mjög hratt að það kannski mokast burt mannvist. Nú, var ekki. Örar breytingar sem eiga sér þarna stað. Það þarf ekki nema eitt veður þá bara hrynur alveg rosalegt magn úr þessu. Og þegar við vorum þarna 22 þá bara horfðum við á grjóti hrynja þarna niður. Nánast átætnar á okkur. Já. Þannig að, og 22 kemur sem sagt John Steinberg líka með hóp og gerir þarna borgarnarannsóknir til að skoða mannvist og dreifingu og svona á Kólkunesi og Hólbúðarhóli. Og þetta svo undirbyggir allt svo þá rannsókn sem hefur verið síðan 2023, þar sem búið að vera bara með opið svæði. Og 24 var opnað svæði sem var alltaf 27 fyrir 14 metrar. Og það var að hluta til klára það ár, svo núna í fyrra vorum við að vinna á aðeins minna svæði og vonumst til þess að halda áfram og klára það svo í sumar ef fjármagn gefst. Þannig að þetta búið að svona vera eiga sér langan aðdraganda frá 2008 þegar kom í ljós strax að minjarnar væri miklu hættu en hefur bara gengið ótrúlega vel. Þá ég bara Já, þá ætla ég að taka við og svona reyna að fjalla það. Hvað hefur í rauninu áorkast og af hverju ósköpunum erum við að þessu? Á myndinni hérna þá sjáum við í rauninni þessar aðstæður sem við erum í þegar við erum þarna að grafa. Þetta svona einn af þessum vægu sumarstormum sem við erum að eiga við. En þetta náttúrulega allt saman mjög opið, það náttúrulega ekkert skjól þarna, þetta frekar ekki sléttlendi þarna í kring, þannig að þetta svona mæðir á bæði okkur og náttúrulega minunum líka. En við höfum lagt áherslu á uppgröftin í gegnum þessi ár sem við höfum verið þarna, þannig að það hefur fjármagni, við höfum bara forgangsraðað fjármagni í hann, þannig að þetta svona úrvinnslan mjög stutt á veg komin. En svona þetta mjakast samt áfram. Þannig að eins og staðan í dag þá höfum við skipt búsetinu á Verbúðarhólnum í 4 byggingarstig en það á eftir að breytast þegar framleiða stundir. Og eins og áður hefur komið fram þá uppgrætti ekki lokið þannig að við höfum eftir að klára elstu búsetuna. En þessi hóll var í notkun en sem sagt svona megin þorri búsetunar eftir 1104. Þannig að við erum með 1104 gjóskuleið og það eina gjóskuleið sem við höfum þarna. Við erum ákaflega þakklátar fyrir það, skal ég segja ykkur. En það eitthvað smottri sem sagt undir 1104, en það ekkert á það sem fyrir opið. En elsta byggingarstigið, þetta sem sagt það sem við vorum að grafa í fyrra, síðasta sumar. Við erum ekki komnar með kolefnisaldursgreiningar og þessum fasan, við erum með það fyrir fasan fyrir ofan, en svona miðað við þær aldursgreiningar, þá erum við þarna bara á, erum við á 12. öld, seinni hluta 12. aldar. Og þarna eru þó nokkur mannvirki, það mannvirki 20 sem þarna efst á skjánum hjá okkur. Það niðurgrafið
mannvirki, hellulegt og líklegast eitthvað búr eða geymsla sem tengist sem sagt mannvirki 16. Og mannvirki 16 svolítið skemmtilegt, það grafið bara beint í gegnum 1104, þannig að það alveg þykk lög 1104 gjóskunni sem sagt í veggjum. Og Magnús var nú búinn að skoða þetta líka og það svona ekkert annað sem bendir þess en þetta sé í rauninni eitthvað sem á sér stað bara mjög skömmu eftir að gjóskulagið fellur. Þetta hús sem sagt með grjótgrunni, torfveggir, eins og ég sagði áðan, en það sem kannski áhugavert við það þetta magn hvalbeina sem eru í þessu húsi. Hvort að eitthvað af þessu virðast vera sem sagt tengjast strúktúrnum sjálfum byggingarefni sem sagt. En svo eru aðrir önnur bein þarna sem við vissum ennþá. Svo erum við með mannvirki 27 sem bara lítið skoð, þannig að vantar á flest af þessum mannvirkjum, þannig að við erum bara með brot af þeim, þannig að það er svona flækir aðeins túlkunina. Við erum með þarna pínu lítið rými virðist eða hluti af einhverju stærra rými, en við vorum að leika okkur með það, við köllum þetta kapelluna. Þarna var steinn með svona skál í og annar flatur steinn með einhverju svona rauf í sem virðist vera manngerð, en það þyrfti nú eiginlega einhver jarðfræðingur að kíkja á það til þess að staðfesta það. Ég veit ekki hvort þið sjá þetta. En þetta þessi steinn hérna og hérna þessi rauf hérna og hérna steinninn með skálinni og svo undir og lá það ofan á hvalbeinni. En þetta náttúrulega kaþólskt samfélag og kaþólikkar eru svolítið uppteknir af svona styttum og öðru skemmtilegu, þannig að hver veit. Ég ákvað bara að sýna líka svo sniðið þarna til gamans. Þetta bara alltaf að sýna í rauninni hvar við erum stödd. Þetta í rauninni það sem við erum búin að grafa og þetta það sem eftir. Þannig að þetta ekki mikið eftir hjá okkur. Og allt þetta hvíta hérna, drefnótta, þetta allt 1104 gjóskunni. Svo þið sjáu hérna, það eitthvað svona smottir í hérna undir. Og ég spurði þetta smottir. Já. Því að smottir það getur vísbending. Já. Með vísbendingar athafnir þarna fyrir 1104. Já. Ekki líklegt að þær athafnir hafi aðeins verið nær sjónum þar sem það séu farnendar? Jú, það rosalega mikið farið. Og ég held að 2/3 af hólnum farin. Það svona miðað við svona lögun hólsins og hvernig þetta liggur þá meira þar. Við erum með jaðarinn hérna á honum. Þannig að, já, smottir í undir laginu, hvort það hafi verið smottir í, það allt annað mál. En allavega einhver svona smá vísbendingar einhverja athafnir þarna fyrir 1104. Mannvirki 19, það sem sagt, þar var íveruhús, töluvert elsta, ofboðslega mikið af sem sagt hituðum steinum, eldsprungnum grjóti, svona litlum hnefastórum lágbörðum. Og þetta sjáum við alls staðar. Þetta sjáum við líka til dæmis á ströndum og í öllum þessum búðum. Þeir eru mjög mikið að vinna með þessa hituðu steinum til að halda hita í húsum og ekki var vanþörf á. Svo það mannvirki 26, það ennþá óklárað, það hafði verið fyllt af rusli, þannig að við erum ennþá bara að grafa þessi ruslalög. Það ekkert smá magn. Og svo þar fyrir við mannvirki 22 og 25 og Lilja ætlar að fjalla bara sérstaklega það á eftir, það var svolítið áhugavert mannvirki. Öskuhaugurinn, hann hérna megin alveg frekar stór og það kannski eitthvað sem við svona pældum svolítið í af hverju öskuhaugurinn þarna, kannski bara hengt út í sjó. En þetta náttúrulega svo gott fyrir okkur að hafa þetta og þekkinguna sem við getum fengið úr honum, þannig að við erum svo sem bara þakkláta fyrir það. Og svo sem sagt vísbendingar það að það sem sagt hraðir að búðum hér, mögulega gangur hérna
og svo kemur önnur búð hér og mögulega eru sem sagt önnur röð af búðum að koma hérna undir og undir hlutaverðskortinu. Þannig að ef svo þá þetta svona eins og hálfgerð bara götumyndun þarna. Það svolítið spennandi. Svo var sem sagt naust hérna. Þetta sem sagt eldri fasinn af því. Sem hafa verið sem sagt hér á búseta á þessu nausti og svo hérna sófóla. Þannig að það svona alls konar bras í gangi þarna. Já, hérna eru sem sagt svona aðeins betri myndir af sem sagt búð 16. Hérna sjáum við sem sagt hvalbeinin og hérna þetta bara búið að hálka þetta út eða vinna þetta í bara fjalir og svo þetta hérna í hálfninu. Og það svona skot hérna fyrir þessi bein, þannig að hvort þetta hafi verið einhver taktík í þessu eða ekki, ég veit það ekki. Þeir eru náttúrulega voru voðalega mikið fyrir það að setja sem sagt hvalbein líka í veggi. Þeir eru bara, það eru hryggjalið í nánast öllum veggjum. Þá erum við komin hérna í næsta fasa og þarna erum við komin með alveg töluvert af aldursgreiningum og þarna erum við bara á 13. öld, kannski svona lok 12. til 12. Þannig sjáum við sem sagt yngri fasa í rauninni af mannvirki 16, mannvirki 12 og það var svolítið skemmtilegt því að þar voru hlóðir, greinilega upphlaðnar hlóðir og við fundum hérna pott í fjörunni, settum hérna hlóðurnar aftur, bara svona aðeins til að minnast gamla tíma. En það mannvirki sem sagt verið með 2 aldursgreiningar úr því mannvirki og það þá frá sem sagt yfir allt tímabilið sem það nær, það 1188 til 1215. Svo erum við með mannvirki 9, lítið mannvirki, lítið eldstæði, grjóthlaðni veggir, aftur hvalbein í veggjum. Við vitum ekki alveg hvert hlutverk þess en það líka bara pínulítið brot af húsinu. Við vitum ekki hversu stórt það hefur verið og svo framvegis. Mannvirki 14 hérna. Þarna hafi verið eldhús. Þarna hafi verið eldhús í töluvert langan tíma. Við höfum líka brotar sem sagt bökunarhellum í einu eldstæðinu og þetta sem sagt frá 1162 til 1313 eru svona yngstu mörkin þar. Og þau sem segja þetta bara svona brot af því þetta eru miklu fleiri fasar og breytingar, þetta bara svona gróf skipting sem að sýna ykkur hér. Svo það mannvirki 15 sem hérna. Þetta líka Lilja mér fjalla betur það á eftir, þannig ég ætla ekki að segja mikið. Svo það naustið sem hérna. Hérna var svolítið magna naust sem var Josh gróf hérna. Hérna var sem sagt járn, þetta hefur verið kjaljárn og svo fundist alveg óendanlegt magn af bátasögum. Þannig að þetta var nánast eins og grafa bara bátskurl. En þetta var nú það ekki, en einhverjum vegna hafa þeir skilið bátinn þarna eftir. Hérna var svo húr, stórum sárförum í. Þannig að hún nú svona svolítið pakki og þetta svona svolítið ólíkt herfið það sem við þekkjum kannski frá 18. og 19. öld. Það sem hver var svolítið að sjá sig sjálfur, þarna virðist vera matreitt og fólk, þarna eru matargeymslur. Það kannski svona hugsað eins betur þetta fólk sem var að ná í auðlindirnar og verka þær. Ef við setjum þetta svona aðeins í eitthvað samhengi, þetta tímabil nákvæmlega, hérna erum við í rauninni í miðri borgarastyrjöld. Flóabardaginn fór fram 25. júní 1244, lið Þórðar Kakala og Kolbeins unga og floti Kolbeins, hann sigldi úr Selvík á Skaga, svo hann kann nú hafa siglt ekki fjarri höfnum
Og akkurat á þessum ástíma var æðardúnstekja í fullum gangi og þá hefur kannski fólkið sem var í þeirri tengslu séð flotann á leiðinni út í flóa. Að bara kasta steinum í hvorn annan. En þá erum við komin sem sagt í þetta yngri skeiðin, yngri tímabilin. Þetta í rauninni bara þar sem við enduðum 23 og þar sem við endum það eru bara fok og sandlög yfir og það virðist hafa verið eitthvað hlé á búsetunni. Og með við sem sagt aldursgreiningarnar þarna fyrir neðan eða sem sagt í eldri fasanum fyrir neðan, þá erum við svona veltaði fyrir okkur hvort þetta geti þá tengst svarta dauða eða eitthvað slíkt, það er eitthvað hlé þarna. Og svo tengist þetta mögulega segjarskiptunum sem er alltaf aðeins síðar, en það er eitthvað sem á sér stað og þetta svona geti alveg passa við svarta dauða. Að þessi mannvirki, þetta er náttúrulega minna svæði þarna, það er náttúrulega alveg með allt. Mannvirki 6, mannvirki 7 og mannvirki 9, það er ekki alveg víst hvernig það passar þarna inn. Þetta er sem sagt, hún er töluvert svona íburðar meiri heldur en búðirnar og undan, torfveggir, mjög fínt torf, grjóthlaðin eldstæði og svo er ofsalega mikið af gripum sem eru tilheyrir í einu þessu fösum. Það er töluvert meira gripum í þessum yngri fösum heldur en í þeim eldri. Já, það er sem sagt svo bygging við hliðina, inngangur og annar mögulega þetta líka eldhús ég ekki alveg viss með það. En svo er það sem er svona gegnum gangandi með þetta svæði, það er þessi vegg hérna. Það liggur meðfram öllu svæðinu og svo sérstaklega í seinni tímanum eru búðirnar byggðar upp í þennan langa vegg. Þetta er ennþá svona svipaður strúktúr, mannvirki 2 frá 17. öld, þannig erum við komin með krítapípur og fler sem gaf greindinu pípurnar fyrir okkur. Þannig að já, svona líklegast er þetta frá 17. öld. Þannig er þessi gangur í rauninni sem liggur svo upp í þessa búð. Þessi gangur ég tala áður, hann var viðbjóðslegur. Það var svo mikið af rusli í honum og bara endalaust af fiskibeinum og drasli og svo þegar þeir fengu nóg, það var ekki bara hreins út, heldur bara sett annað lag af hellum yfir. Svo þegar þau voru leiður á því, annað lag af hellum yfir. Þannig að það var ekkert verið að moka úr þessu. Þannig að maður svona, maður svona hugsa svolítið til Hans Eggerts Ólafssonar þegar hann að lýsa verbúðunum á 18. öld, að þeir skammast sín svo fyrir þetta og þetta er svo hræðilega vond lykt og miðað við þetta þá við honum alveg. En það er einmitt eitthvað sem er svolítið öðruvís við þessar búðir sem eru eldri, að við erum ekki var við svona mikið súpuskap á þeim tíma. Þetta er yngsti fasinn. Hann er nú alveg örugglega upp í 18. öld, kannski 1750 og eftir eru það er ári fá glerbrot og lítið pípur sem benda til þess og þetta er svona þá svona líkur þessari sögu á höfnum. Þá erum við komin að Lilju og mannvirki 15. Já, af hverju þetta eitthvað sérstaklega þetta mannvirki, það er mjög sérstaklega af því leyti að það virðist hafa haft ýmis hlutverk, þau breyta svona í gegnum tíðina, á meðan hinn eru svona frekar kannski hefðbundandi, við erum með eldhús og við erum með einhver svona beina fólk að vinna með bein og við og fleira.
En í þessu mannvirki eru náttúrulega eins og Lísabet er búin að sýna ykkur, það eru nokkur byggingastig og notkunarskeið. Ég ætla að hlaupa bara svolítið gróft yfir það, bara til þess að gefa ykkur svona smá þróunina á þessu mannvirki. Elsta stigið, þá erum við að tala að það var innagengt í búðina úr vestri. Það var sem sagt hægt að ganga inn hér. Þessi hleðsla hérna, hún er í rauninni ekki, þetta er bara grjót sem er fallið fyrir, þannig að ekki hleðsla, en þarna var hægt að ganga inn og það er mikið brotið af honum, þannig að við vitum ekki hversu langt hann hefur náð út, hvort það náði út að sjó eða hvort þetta var bara gangur inn í aðra verbúð eða annað hús. Nú í þessu húsi voru stóðarholur með viði í. Viður varðveitist mjög vel á höfnum og tókum að sjálfsögðu sýni úr þeim til þess að kanna hvort þessi rekaviður eða eitthvað annað. Í suðvestur horni búðarinnar var niðurgrafið eldstæði og þar voru nokkrir brunar. Þannig að þetta hefur verið íveruhús til að byrja með, en svo að lokum þá breyttist það yfir í sjóbúð og við sjáum það á því að eldstæðið það verður notað sem sáfar, það er augljóst merki tunnu onni og jarðveg sem búið að þjappa upp á tunnunni og það eru móaskulög í gólfinu sem hafa verið, móaskan hefur sannlega verið heit þegar hún var borin inn því það er sviðið undan móaskunni, þetta er samt ekki bruni in situ og þá getur maður velt fyrir sig hvort þetta hafi verið til þess að hita sjóklanað eða eitthvað slíkt, þannig að sjóbúð það sem að hafa verið að geyma verkfæri og veiðibúnað og annað. Við innganginn í gólfi hérna, það fannst þessi járngripur sem er ansi merkilegur og hann í raun líkist skutlum öðrum sem hafa fundist. Það fannst einn skutull annar á höfnum en hérna þessi er alveg greinilega í gólfi, þessi að viðin sem er hérna í kringum hann, þetta er hrun og hluti semlega af þakinu. Við sjáum það á stóðarholum sem eru meðfram veggjum og í miðju mannvirkinu. Og þetta er það stóra stóðir, þetta hefur áreiðanlega, þar hafa verið þakberandi og þannig að það hefur verið varanlegt þak á þessari búð. Nú endurtekin nýting á eldri mannvirkjum er einkennandi fyrir verbúðir og nú var þessi verbúð endurgerð, endurnýtt. Þá var grafið niður fyrir eldstæði við norðurvegginn og hlaðinn pallur úr torfi við hliðinu á eldstæðinu og það var grjótkantur, þetta var svona lítill pallur. Þessi pallur er ansi sérstakur, þessi hérna pallur, eldstæði hér við hliðina, að ofan á honum voru miklar viðarleifar og það er þessi fjólubláu rákir sem við sjáum hérna. Við teljum að þetta geti verið vefstaður, leifar af vefstað. Það fundust kljásteinar þarna í kring í búðinni, við fundum textílleifar, beint fyrir framan vefstaðinn voru þær ansi morknar þannig að það var ekkert hægt að gera við þær, en við fundum samt þennan fína búð hérna sem að renni stoðum undir það líka að þetta gæti hafa verið, að þarna gæti hafa farið fram tófina. Þessi nál, beinnál fannst einnig hjá textílnum, en það sem er kannski merkilegast eða okkur finnst merkilegast að þarna fannst líka hali, fyrir snældu hali, fundum bara halan, ekki snúðin, eða snælduna og hann er úr
bandbeini og það sást alveg móta fyrir hvar snöldan hefur verið á honum. Þannig að það er ýmislegt sem bendir til þess að þetta geti hafa verið svona vefstaður og unnið við það þarna. Við tókum sýni úr gólflónum þarna og þetta er eins og Lísabet sagði 1175 til 1260. Það var í þessari búð sem að sá svolítið meira einstaklingana á höfnum. Því oft þá maður að vinna með eitthvað, þú veist, maður að finna hnífa og eitthvað svona. Þarna komst maður einhvern veginn aðeins nær, kannski fólkinu vegna þess að við erum að ímynda sér, setur upp myndina í huga, þá erum við vefstaðir með eldstæði sem var svolítið vel uppbyggt með grjóti, en við hliðin á því, á gólfi upp við vegginn, fundust kindakjúkur og það er ansi freistandi að halda því fram að þar hafi barn mögulega verið með móður sinni eða einhverjum öðrum fullorðnum sem var að vinna tóvinnu og það dunda sér við ýlinn á meðan, geyma gullin sín þarna upp við vegginn. Eftir að tóvinnunni lýkur í þessu rými, þá er það líklega notað fyrir skepnur. Og það er eitthvað sem við höfum ekki séð áður á höfnum, að þessi húsdýrahald á staðnum. Við tökum þá ályktun út frá því að það er búið að grafa niður í gegnum gólflög sem voru í búðinni að helmingi, til helminga og svo vorum við heilmikið traðkað hérna við hliðina. Þannig að þetta lítur út eins og flór og þarna hafa mögulega verið kýr eða, já, sennilega. Það voru engin merki bása eða eitthvað slíkt, en meðfram veggnum voru tvær svona litlar stóðarholur sem að geta bent þess að mögulega hafa þær verið bundnar þar við stóð. Það voru heileifar með veggnum líka, ekki mikið en þó svolítið, þannig að svona mætti gefa sér að þetta hafi verið smá húsdýrahald þarna sem að auðvitað breytist pínu hvernig maður sér verstöð. Yfirleitt heldur maður að allt sé aðflutt en kannski, já. Má ég trú? Já. Af hverju velti ekki fyrir ykkur að hafa verið kindur eins og í norskum verstöðum? Það er dæmið það, kindur. Já. Ekki kýr. Nei, af hverju hafa það inni eða þú veist. Til þess að nýta þær einhvern, mjólka þær, nota öllina í tóvinnuna. Já. Jú, það er alveg mögulegt. Það er geitur. Geitur, já. Jú. Því að kýr, ég hef aldrei nokkuð til að vera síðan kýr í verstöðum. Nei. Já, akkurat. Það er þetta með flórin, sko. Það er kannski, en þú veist kannski að bara búið að stinga út helminginn á húsinu. En svo ég segi, við erum bara að byrja að svona skoða gögnin og þannig að þetta er bara svona hugmyndir sem koma upp þegar við erum að byrja að vinna með gögnin. En vissulega geta það verið kindur. En, já. Þegar, já, eins og ég segi, svo hafa þær fyllt upp í flórin með möl. Hún er alveg hrein, þessi möl, það er engin dýrabeina en eitt í henni, þannig að þeir hafa sótt hana bara í fjöru og fyllt þarna upp og þetta var þá undirstaðan fyrir hús 6 sem var þá það sem Lísabet talaði um áðan. Það var íveruhús og í því fannst mikið af kotrum og taflmönnum og fleiri, þannig að já, mikla breytingar í þessu mannverki.
það er lítið til af ítarlegum heimildum líf hins almenna verbúa, það kemur fram á kannski 18. 19. öld. Þannig það er frekar einsleit mynd sem að oft svona birtist. Þannig að gripasöfnin eru svo mikilvæg og þau geta sagt okkur svo margt og fært okkur nær einstaklingunum. Og við höfum fundið alls 700 gripi hingað til. Og þeir auðvitað gefa okkur vísbendingar starfsemi í búðunum og þar á meðal eru veiðarfæri. Við höfum fundið dálítið mikið af önglum og svo þessar skutla. Vaðbeygja, þessi hérna, hvalbeini, mjög flott. Þetta er sem sagt stykkja úr hvalbeini sem er sett á borðstokkinn og svo gengur línan þar yfir fyrir handveiðar þannig að borðstokkurinn verði ekki fyrir skemmdum. Svo er greinlegt að þarna var mikið framleitt af hvalbeini og við sjáum það víða í búðunum þó að virðist vera svona pínu meira í sumum. Við höfum ekki fundið smiðju eða ummerki smiðju á höfnum en það samt hefur verið bjástra við málmvinnu því að við höfum fundið járn og auðvitað þurfti að nýta járn og gera við ýmislegt og mikil þörf á slíku hráefni. Stærstu efnisflokkarnir hingað til eru málmar og bein og það er þetta muna mest bátsaumana sem að voru í naustinu. Gríðarlega mikið magn. En hvað varðar hvalbeinin þá eru flest sem hafa verið með mannamerkjum á verið notum sem skurðarbretti. Þá er það textíll og viðgerðir. Við höfum fundið nálar á mismunandi gerðum, svo þennan hala og meintan vefstaf. Og þannig að þetta svona, myndin er svona aðeins að skýrast smám saman út frá þessum gripum. Við sjáum þarna þetta vaðstein, þeir eru margir ansi fínir, klappaðir og sumir í dross. Þá er þetta eldamennska og matarundirbúningur og við höfum fundið kopar og leirpotta, sem sagt brot úr þeim og það eru flestar þá úr brúnin á þeim og maður sér þá stærðin á pottunum og slíkt. En svo eru þetta leikir og persónulegir munir. Við höfum verið að finna svolítið af svona pappatækjum eins og þessi hérna uppi og svo þessi kambur hérna. Fannst annar kambur líka en hann var afar illa farinn. Þannig að við rauninni segir okkur frekar lítið annað en að það hafa verið kambur. Börnin, það var náttúrulega Elísabet fann þetta ægilega sætu en sorglega mynd af þessu barni. Hérna eru beinvölurnar, það fundist hérna í gólfinu uppi veggi og svo fundist steinvölur svona saman uppi annan vegg í annarri búð. Þannig að kannski voru fleiri börn en eitt þarna og ekki öll að vinna eins og þetta greið. Við höfum fundið kistil. Í honum voru kotrur og kistillinn var úr viði og við höfum einnig fundið lás, hengilás sem er mjög athyglisvert. Þannig að einhverjar kistur hafa verið á staðnum og sumir hafa verið svo heppnir að eiga lás á þær. Það fannst járnhringur sem hefur væntanlega verið fyrir eitt af eldhúsunum til þess að loka því og mögulega hefur hægt að læsa því þá líka.
Þannig að það er svona ýmislegt sem bendir til þess að það hafi verið bara jafnvel heilu fjölskyldunar komið í verbúðirnar, á verkstæðinu og verið þar, ekki bara kallarnir að róa og einstakar konur inni að elda og gera við. Svo eru þetta hjátrú. Á höfnum er mikið af hleðslugrjóti, þannig að hvalbein inn í vegg er ekki út af skorti á byggingarefni. Og þetta er víða þekkt og við sjáum þetta víða, að það er verið að stinga beinum inn í veggi og undir. Í einni búðinni var búið að stinga inn í vegginn innan frá hnífum og brýnum. Maður ímyndar sér að það sé vegna þess að fólk hafi bara geymt á þarna og dregið það út þegar það þurfti að nota. En af hverju þeir hafi ekki verið sóttir þegar viðkomandi fór úr verstöðinni, það er annað mál og það gæti tengst hjátrú. Hjátrú sem tengist hnífum, maður gefur ekki hníf til dæmis, það þarf að selja hann og svo framvegis. Þannig að eftir því sem að rannsóknum fjölgar á verstöðum, þá sést hvað lífið þar hefur verið fjölbreytt. Menn og konur og börn að sinna þeim verkum sem þarf til að sjósóknin gangi sem best. Og ritaðar heimildir nefna veru þeirra, en það virðist augljóst að fjöldi þeirra hefur verið mun meiri en kemur þar fram. Þannig að þetta gripasafn er svona verða fínasta heimild veru barna og kvenna á verstöðum. Og Lísabet, þetta þú að taka það við kvölunum. Snýtt. Já, ég ætla bara aðeins að minnast á þessa hvali. Það er sérst rannsókn í gangi í samstarfi við Viki Safó, varðandi greiningu á þeim. Það hefur verið búin að fá sérst bara fyrstu niðurstöður, bara en eins og segja, við höfum eftir að fá hvað er þetta mikið að beinum við viðbót. Manstu það? Já, þannig að þetta er það sem er komið, það eru hérna, þetta eru sem sagt 25 bein úr steypireyð, og þarna sleppbakur og hnúabakur og sandlægja. En svo erum við bara þessar greiningar eiga að fara þetta inn bara núna á næstu dögum og það verður mjög spennandi að sjá niðurstöðunar af því, en þetta eru allt stórhveli sem er svolítið áhugavert. Og við höfum náttúrulega svolítið verið að velta því fyrir okkur hvort þetta sé allt saman hvalreki eða hvort þeir séu að veiða hval þarna og við höfum svona eiga hallast til því að þeir fundu hvalveiðar þarna og það er svo sem kannski hægt að tengja það aðeins við hvalgarð. Og samkvæmt sem sagt Óli Lindqvist sem skrifaði alveg gríðarlega skemmtilegar doktorsritgerð hvalveiðar, þá er sem sagt hvalgarður, þetta er sem sagt eina örnefni á Íslandi. Þetta þekkist ekki í Noregi, en það er eitt örnefni á einni Únst, þarna hvalskarð frá 16. öld. En hvalgarður ef hvalir voru reknir inn í vogar eða þröngar víkur og svo var í rauninni stikað fyrir, þannig að hvalirnir komist ekki út aftur, svo voru þeir það kannski einhver tíma og svo var þeim slátrað. Þannig að stikurnar sem voru settar fyrir, það er þessi hvalgarður og þarna erum við með bæði þetta örnefni og svo náttúrulega rekavatn, þannig að kannski tengist í rauninni rekavatn miklu frekar þessu fyrirbrigði frekar heldur en til dæmis viðareka eða eitthvað slíkt. Það er svo í þessari varðandi hvort að þarna var stundað hvalveiðar ekki, þá er þarna klausa í rekaskrá Þingeyjarsýslu frá 1285 skotmannshlut og þetta er alveg gríðarlega flókin skipting á bölum þarna á milli.
já, bæði á milli bæjanna og svo klaustursins og fleiri. Þetta alveg, það er eitthvað mjög góðan starffræðing til að skilja þetta. En allavega skotmálshlutur sem því náttúrulega hlýtur að benda til þess að þetta hafi verið stundaðar hvalveiðar. En það er svona bara stutt í lokin. Þetta eru 20 mannvirkin sem hafa verið grafin. Það eru óvenju hátt hlutfall hvalbeina. Það eru þarna vísbendingar hákarlaveiðar sem er þessi svörtull sem Lilja benti á áðan. Og það er alveg þekkt að hákarlaveiðar voru stundaðar frá höfnum á 18. og 19. öld. En þetta eru svona fyrstu vísbendingar það að þessar hákarlaveiðar voru byrjaðar svona snemma. Það er mikil framleiðsla á gripum úr hvalbeini. Það er líka verið með Mastisnema sem er að rannsaka plöntuleifar. Hann til dæmis búin að finna fræ af skarfakáli og fjörukáli, þannig að fólk nú að passa upp á C-vitaminið. Þannig var spilað og pelt og það eru þessi kambar, þeir voru reyndar 3 kambarnir í allt. Það eru svona vísbendingar það að fólk á miðöldum hafi verið aðeins svona hreinlegra heldur en fólk eftir fólki sem var þarna eftir siðaskiptin. Fólk hafðist að og hjallan eins og mismunandi ástíðum sem það bæði plöntuleifunum og svo þessar nytjar sem var verið að vinna. Þannig að það er verið að sækja mismunandi auðlindir og það var náttúrulega bara fór eftir því hvenær þær voru til staðar. Þannig að þetta er kannski mismunandi hópar sem er að nýta þennan stað hvað eftir annað. Þannig að þetta er ekki bara fiskveiðar eða eitthvað slíkt og ekki bara ein árstíð. Varðandi það hvort að þessi mögulegt að þarna hafi verið föst búseta, þá ef maður skoðar öskuhaugin, þá eru alltaf þessi sandlög á milli og það er líka alltaf þessi sandlög á milli góllaga í þessum húsum sem þarna eru. Og öskuhaugur er mjög ólíkur öskuhaugunum sem eru til dæmis á bæjarstæðum í kring. Það sem þetta eru bara samfellslög, ekki þessi sandlög á milli. Þannig að öskuhaugurinn þarna á Hjallandnesi er mjög ólíkur þeim. Þannig að ég held að þetta sé ekki búseta þarna allt árið föst búseta. Já, ég ætla bara að sýna þennan fína grip sem hann Joss fann. Hann fannst þarna í nöstinu. Og ég ætla bara svona að leggja þetta út til ykkar ef þið kannist við svona grip eða þessa mynd, þá með endilega segja okkur frá því. En bara láta þetta duga í bili, en rannsóknin hefur verið styrkt af Fornminjasjóð í gegnum árin. Einnig hefur fengið styrki úr NSF-sjóðnum í samstarfi við UMAS og Háskólann á Hólum. Minjastofnun Íslands hefur lagt til starfsmann og svo erum við einnig í samstarfi við háskólasafnið í Stavanger sem hefur einnig lagt til starfsmann og svo þegar á næstu árum fáum við styrkt til frekari plöntugreininga og annarra sýnagreininga. Takk fyrir.